Já, Suðurland FM á fimmtudegi, það 27. ágúst í dag. Við ætlum að setja okkur í samband við sveitarfélagið Ölfus og fá nýjar fréttir þaðan. Barbara Guðnadóttir, komdu sæl. Sæll og blessaður. Velkomin heim. Já, alltaf best að vera heima. Já, ég veit það, home sweet home. Já. Herðu, skólarnir byrjaðir, það að skella á haust, hvort sem okkur líkar það eða ekki. Já, bara yndislegt haust. Þetta nú bara ekkert smá flott. Já. Fá dásendar hana veður í svona síðustu daga. Þetta ennþá sumar. Já. Þú sé hvað grasið grænt og það ennþá allt svo blómstrandi og... Ég veit að þetta verður svona alveg út september, sko. Já, september góði mánuður. Það mér líka mjög fallegt þegar að fara að færast svona aðeins haustlitir yfir, krakkarnir farnir að hlaupa út í móa að tína ber. Við erum svo heppin að hafa móan hérna bara rétt við tónfótinn hjá okkur. Handan við hornið? Já, og þannig að það bara krækiber og svo eru bláberin farin að verða rosa flott. Já. Það að kíkja það betur, en eins og segir, skólinn hafa settur og þetta svolítið merkt tímamót hjá okkur núna því að við erum að fá nýjan skólastjóra. Já. Hún heitir Guðrún og hélt flotta ræðu og kynnti sig fyrir nemendum og kennurum og foreldrum og við erum bara rosalega spennt fyrir vetrinum framöndan. Það glæsilegt. Og mjög margir líka sem eru ánægðir með að nú þessi rútína að fara aftur í gang. Já, ég held það sé bara kannski sérstaklega á svona yngstu krakkarnir. Já. Þeir þurfa svolítið að fá þetta svona... Já. Þeir eru búin að fá nóga af því að vera bara að bíða eftir eitthvað gerist. Já. Held að sé kannski svolítið svoleiðis svona síðustu dagana fyrir skólan. Já, nákvæmlega. Nú fer eitthvað þekkt að taka við. Já. Að vakna á morgnana og fara í skólan og það var einmitt mikið verið að hvetja krakkana til að fara gangandi eða á hjólum í skólan. Þannig hægt og veðrið náttúrulega bara gott þessa dagana. Já, alveg frábært. Þannig að það að gera. Að gera nýta veðrið og hjólað að labba. Já, akkurat. Og þá kemur líka því að við þurfum að skipta út sýningu hérna á bókasafninu. Við erum búin að vera með byggðasafnssýningu allt sumarið, konur í Ölfusi. Já. Og það fyrir hver að verða síðastur að skoða þá sýningu. Við erum búin að fá mjög mikið lof fyrir að fólk búið að koma og hanga hérna verulega lengi. Ykkur leiðist það nú ekki? Okkur leiðist það sko ekki. Fólk búið að lesa sýningun og koma jafnvel nokkru sinnum og það alveg sama hvort fólk hérðan þekkir til eða bara þekkir ekki neitt til. Þarna svo mikill fróðleikur og upplýsingar sem tengjast uppbyggingu þorps og stöðu kvenna og hvernig hlutin hafa breyst hjá konum. Hvort það eru konur eða heimavinnandi eða það sem að eru að taka þátt í pólitíkinu eða hvað sem er. Já. Það viðtal við alls konar konur sem að allar hafa einhver sögu að segja. Akkurat. En það síðasti dagun verða mánudaginn, svo fyrir að taka sýninguna niður og leikfélag Ölfus sem að halda upp á 10 ára afmæli sitt ætlar að vera með næstu sýningu. Frábært. Og hún verður örugglega mjög spennandi. Opnar þá í lok næstu viku, ég segi betur frá því á 50 dagi næsta. Og þú talar leikfélagið fagnar 10 ára afmæli núna á þessu ári eða? Já, á þessu ári halda upp á 10 ára afmæli sitt. Frábært. Og leikfélag Ölfus það 10 ára frá því að þau endurvöktu. Það var til leikfélagþólasafnar. Svo hafði það leiðið dvala í nokkuð mörg ár þegar það var endurvakið og þá var ákveðið að láta heita leikfélag Ölfus af því það voru ekki bara íbúar í Þorlákshöfn heldur úr öllu sveitarfélaginu sem voru í leikfélaginu. Já. Og þau eru á þessu 10 árum eru þau búin að setja upp rosalega flott leikverk og vekja athygli fyrir bara metnaðarfullt starf og þau hafa verið mjög virk í starfi á landsvísu, verið á námskeiðum og tekið þátt í þessu grasrótastarfi sem að félagar sem eru í leikfélagum geta tekið þátt í. Já. Það og þau ætla að setja upp leikverk á þessu ári sem eftir einn úr leikfélaginu, heima mann. Frábært. Þetta bara spennandi vetur framöndan. Heldur betur. Leikfélaginu. Já.
Svo nú náttúrulega hafnar framkvæmdendar, þær eru byrjar á krafti. Byrjar á krafti og allt að gerast, rosa spennandi að fylgjast með. Það voru nú jákvæða fréttir sem að hafnarstjórinn gat sagt okkur frá í byrjun vikunar. Það maður gerði svona ráð fyrir því að þarna kæmi þeir að því það er verið að dýpka höfnina. Já. Maður gerði ráð fyrir því að það myndi koma niður á bara klöpp og þetta væri svolítið mikið vesen, náttúrulega sprengi upp klöppina. Já. En svo bara endalaus sandur og mölaðna. Þannig að þetta er miklu auðveldara heldur en reikna var með. Það er gott mál. Ætti þá að hann taka styttri tíma og vera ódýrar, sem er náttúrulega bara mjög fínt. Ennþá betra. Og svo erum við að gera vinna í svolítið spennandi hlutum hérna í sveitarfélaginu. Það var ákveðið af bæjarstjórn að fara í smá svona kynningarátak. Og til þess að undirbúa það, þá voru íbúar fengnir eða íbúum boðið að taka þátt í stefnumótunarvinnu. Og við áttu kannski vona því að það myndi kannski einhver svona 3, 4, 5, 6 gefa kost á sér ef einhverjir. Já. En það var aldeilis ekki þannig. Það voru 21 sem að vildi taka þátt í og bjóða fram vinnu sína í stefnumótunarvinnu. Já. Vera í svona rýnihópi. Þannig að við erum búin að vera núna í byrjun vikunar við erum með sérfræðinga frá Auglýsingastofu sem hafa haldið utan þetta og þeir hafa verið með fundi í upphafi vikunar sem er mjög spennandi. Tala við fólk sem hefur búið hérna alla sína hunds og katta tíð og eða bara mjög lengi og svo tala við líka þá sem eru svona tiltölulega nýflutninga, það er ekki búin að búa lengi. Og svo heldur þetta bara áfram. Þetta er frábært. Já, bara spennandi. Ég held að það hafi allir gott af því að fara svolítið í svona rýna svolítið í stöðuna, taka púlsinn og ákveða út frá því hvert maður vill halda áfram. Nákvæmlega. Og hvað má gera betur og bæta? Nákvæmlega, að skoða það og bara ákveða hvernig best er að svo kynna og gera gott úr því sem að gera betur. Já. Þetta er spennandi. Eins og segir, þetta er spennandi vetur framöndan og ég er alveg sammála því. Þetta er leggst ágætlega í mig. Já, ég held að þetta verður rosalega skemmtileg vetur hjá okkur. Já. Og það verður alltaf eitthvað skemmtilegt að segja frá þegar þú hringir í mig. Ég veit að það er aldrei vöndun á því, það er bara þannig. Þetta er skemmtilegt. Það verður engin lokmálta. Nei. Bara takk fyrir þetta og við heyrumst þetta í viku. Gerum það, förum kátt í helgina. Já, sjálfsögðu, það er komið helgi aftur. Takk fyrir. Alltaf helgi. Já, takk, bless. Takk, bless.